Já, góðir hlustendur, efni græna borðsins í dag, en það umræðu þáttur náttúruvernd, fjórði þáttur sem að byrja núna. Hann undir stjórn fyrrverandi og núverandi fjölmiðlafólks sem finnst að umhverfismál fái ekki alveg nógu mikla umræðu hvorki í stjórnmálunum né í fjölmiðlunum og bara ekki í samfélaginu yfirleitt. Við bætum bara úr því hér og við erum meira að segja svo heppin að við erum hérna með fyrsta umhverfisráðherra lýðveldisins sem gest í dag og svo erum við líka með þingmann í stjórnarliði, í ríkisstjórnar meiri hlutanum, þar sem umhverfisráðherran jafnframt orkumálaráðherra og loftslags og svona ýmislegt og þá geta nú umhverfismálin hugsanlega fallið í skuggan, myndi einhverjum þykja. Og svo erum við með sveitarstjórnarmann til margra ára sem í dag gegnir því hlutverki að fylgjast með stjórnmálamönnunum og gefa umsagnir bæði skipulagsmál og þingmál og þau eru nú bara nokkuð mörg. Svona nú þátturinn í dag. Ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér að stjórna Kristín Helga Gunnarsdóttir. Já, og við höfum fengið góða gesti. Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar í ríkisstjórn, flokks sem keyrir harða orkustefnu og kostnaðar náttúru, finnst okkur, og fer með ráðuneyti orkumála. Og það ekki alveg allir sammála það að sama ráðuneyti fari nú með umhverfis- og náttúruverndarmál líka, en við ræðum það. Sigmundur líka gamall kunnur fréttamaður og reynslubolti í fjölmiðlum. Og með okkur Júlíus Sólnes, fyrrverandi umhverfisráðherra og þingmaður Borgarflokks og verkfræðingur og prófessor emeritus. Júlíus sem sagt fyrsti umhverfisráðherrann okkar og getur kannski sagt betur frá því eftir svona hvernig staði var á stofnun þess ráðuneytis sem var áhugavert. Og Andri Skúlason hér líka verkefnisstjóri Landverndar, hefur góða yfirsýn yfir vindorkumálin og með skýra mynd af þessari innrás í íslenska náttúru leið og hann gamall sveitarstjórnarmaður á austan, ekki Djúpavogi. Já. Nú tugir hugmynda liggja á borðinu að vindorkuverum og fyrsta vindorkuverið að rísa með undanþágum og forgangsafgreiðslu inn á hálendinu. Svo byrjum við þér, Andrés, getur farið yfir þetta í gróðum dráttum, svona hvernig myndin lítur út á landsvísu, hvað þetta mörg vindorkuver sem í pípunum og hvar eiga þau að rísa og hvar þau stór og hversu langt þessi verkefni komin? Já, þetta svona nokkur leyti eins og spá í kristalkúlu, en ég held utan svo það sé sagt, náttúrukorti hjá Landvernd, þar sem að við höfum skráð öll þessi áform sem uppi. Þau telja núna 43 þegar ég taldi síðast. Þau eru misjafnlega langt á við komin í ferli, náttúrulega langlengst í vaðöldu en hinn eru svona ýmsum stigum skipulags og matsáætlunar en þetta allt í kringum landið, bara svona jafnt og það ekkert spurt að hvort að sé mikil orkuframleiðsla inn á tilteknum svæðum eins og Austurlandi, það ekkert minni eftirgjöf þar heldur en annars staðar, það er alls staðar bara jafnt og þétt í kring. Ekki lítið á Vestfjörðum samt? Það tiltölulega lítið á Vestfjörðum, mjög lítið. En þegar kemur norður undir, já, Garpsdalur gott dæmi, þegar kemur norður undir Kjálkan, getur við sagt, þá byrjar það og svo vext það stórum eftir þessum að sunnar dregur. Og þessi orkuver, þau eru ekki teknin á þéttbýlssvæði, þau eru upp í Heiðalandi og í Votlandi. Já, en með nýlegum undantekningum sem stórfelld áform hjá þýsku fyrirtæki við Þórshöfn. Þar vindorkuver með 74 turbínum áætlað, 210 metra hátt og það rétt rúmlega 3 kilometra fjarlægð frá þéttbýlinu, sko. Svo það sé sagt, sko. En þetta eru, svo ég segi þetta eru svona 3-4 megin fyrirtæki sem með Landsvirkjun sem komið inn á þennan marka. Það Sefir, norska fyrirtækið, það Hver, franska fyrirtækið og svo þetta VAFPD sem þýska fyrirtækið og að taka sér bara ríkulega stöðu og virðist vera að stefna á Finnafjörðin, einhverju uppbyggingu þar sem búið að gera endalausa tilraunir með gegnum tíðina.
Júlíus, hvernig snýr þetta þér svona sem umhverfisráðherra fyrrverandi og líka bara sem verkfræðingur? Já, mér líst alveg hræðilega illa á þetta allt saman. Mér finnst þetta alveg fáránleg hugmynd að fylla landi hér af vindmyllum. Við eigum svo marga betri kosti til þess að auka orkuframleiðsluna hér á Íslandi. Það er til dæmis, ég hef margbent á það og fleiri að það væri hægt að fara í miklu betri og öflugri vatnsmiðlanir og nýta betur það vatnsorkukerfi sem við þegar höfum byggt. Það er þetta endalaust tína til neikvæða hliðar á þessum hugmyndum vindorkuver. Ég til minns bara spyr, ætlast til þess að skattgreiðendur á Íslandi eigi að kosta alla vegagerðina sem mun þurfa til þess að sé hægt að byggja þessi orkuver. Til dæmis ef við tökum Vaðöldu hjá Landsvirkjun, þá er fyrirhugað að þeir þurfa að byggja 20 kilometra vegi til þess að koma dótinu upp eftir. Vindmyllu spaðarnir eru þannig að það er engir vegir á Íslandi sem myndu geta látið flytja, sem hægt var að flytja þessa spaða eftir. Og þetta þýðir að hvert einasta vindorkuver sem hér verður byggt kallar á alveg gríðarlega vegagerð. Og ég bara hef heyrt að þegar á forsvarsmennu þessara hugmynda að þeir ætlast til að íslenska ríkið sjá þann hluta og allan kostnað. Ég heyrði það nú á ársfundi Landsvirkjunar áðan að þessir vegir yrðu einmitt byggðir í þágu þjóðar en nú ekki bara vindorku vera. Þannig að þetta væri nú bara mikil framför fyrir land og þjóð að fá þessa vegi, allavega upp í Vaðöldu. En nú er verið að gera vindorku stefnu, er það ekki, Sigmundur? Jú. Og er þetta þannig að vindorkuverin sjálf þurfa ekki að borga fyrir neitt af þessum vegum? Nú er mér ekki alveg fullkunnugt það vegna þess að það hefur verið að smíða þessa stefnu og sér ekki fyrir endan á því starfi sjálfur sér og eftir að koma fyrir þingið. En ég er á sömu blaðsíðu og Andrés og Júlíus hvað varðar. Ég vil gelda varhug við þessar stefnu og ég sé það ekki fyrir mér fyrir börnin okkar og afkomdu þeirra að það hefur búið að teppileggja landið með vindorkuverum og þetta er eitthvað sem við þurfum að varast. Við mistum sjókvíaldi úr höndunum okkur þegar óvart var búið að fylla fjórðu annan án þess að veri endilega tekin pólitísk umræða um það. Og við erum svolítið sem þjóð að framkvæma fyrst og spyrja svo og velta fyrir okkur afleiðingunum. Og það er að gerast með þessi blessuðu vindorkuver sem fyrst voru nú kalluð vindmyllugarðar, þessu litla sætanafni. En þetta eru stórkostlegar aðgerðir á landinu, stórkostlegar aðgerðir á óspilltri náttúru Íslands vegna þess að tökum bara sem dæmi Vaðaldvör. Nú skal ég taka það fram að ég ber virðingu fyrir Landsvirkjun hvað varðar umgengni við landið. Þeir hafa sýnt þar ábyrgð og meðal hans lagt góða vegi upp á Austurhálendið til þess að fólk komist þangað nokkurn veginn klakklaust og geti virt fyrir sér þær glæsilegu náttúruperlur sem þar er að finna. Gott og vel, en þetta eru 28 millar í Vaðalduvirkjun. Þetta eru 70 tonn af stáli, 400 rúmmetra af steypu í hverju einustu, vil að merkja. 70 tonn af stáli, 400 rúmmetra af steypu í hverju einustu. Það þýðir að þetta eru 11.200 rúmmetra af steypu og 1960 tonn af stáli sem fara bara í þennan eina garð í Vaðöldu. Og þetta eru ekki afturkræfar framkvæmdir. Þetta eru ekki afturkræfar framkvæmdir eins og hefur verið boðað og hvað þá eins og Júlíus segir með upphækkuðum vegum sem þarf að þola gríðarlega þungaflutninga, ekki bara einu sinni, heldur líka til viðhalds eftir því sem þessum vindorkuverum verður haldið úti. Þannig að við erum að sjá, ef allt gengur eftir, gríðarlega lítið á náttúrulandsins og þá vil ég taka eitt fram. Náttúruparadís Ísland er einstök í heiminum hvað varðar víðerni. Og mér langar að taka nokkur dæmi. Standi í 1200 metra hæð upp í Kverkfjöllum. Þið sjáið vel norður fyrir Herðubreið. Það er eins og þið getið gripið í kollinn á Herðubreið í 682 metra hæð. Og það ber ekkert annað fyrir augu heldur en íslenska náttúru. Ár, heiðar og fjöll.
við getum með þess að staði á Hestfjallahnjúk, litlu austan við Þjórsárdal, í ekki nema 640 metra hæð og séð allaveg yfir á Mælifellshnjúk í Skagafirði úr 640 metra hæð. Víðernið svo gríðalegt á Íslandi. Við erum til dæmis bara upp í Kerlingafjöllum og Snækolli eða í Hágöngum í 1278 metra hæð og horfum við Þjórsárver. Við horfum yfir all landið. Viljum við tapa þessu? Nei. Ég segi nei. Vegna þess að víðernin hafa svo mikið verndargild ein og sér. En Sigmundur, er einhugur þetta í þínum flokki? Minn flokkur breiður og það eru margar skoðanir eins og í öðrum stjórnmálaflokkum og í þessu máli sem öðrum. En ég hef talað fyrir náttúruvernd, ég hef talað fyrir umhverfisvernd og ég sjálfur mikil fjallageit og hef blessunlega átt í láni að fagna að fara allt mitt land og sem sjónvarpsmaður og göggumaður og hvað allt sem hann heitir. Og ég hef talað fyrir því að við hleypum ekki hverjum sem í þessar óafturkræfu framkvæmdir sem að eyðileggja víðerni landsins. Í fyrsta lagi þurfum við náttúrulega að gæta því að fara að rammaáætlun sem svona ákveðið friðarplagg í þessu efni og fara aldrei út fyrir hana í þessum efnum. Og svo þurfum við líka að hafa sveitafélögin í hug og Andrés getur botnað þá setningu vegna þess að það er mörg sveitafélög sem munu líða fyrir vindorkuveru á einu stað sem munu hafa áhrif á sjónmengun á öðrum stað. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga líka. Og svo tek ég líka bara undir með Jóli sig. Ég meina við getum nýtt miklu betur þær virkjanir sem fyrir eru. Já, en á sama tíma... Við þurfum ákveðinu orku að halda, við þurfum ákveðinu grænnu orku að halda fyrir með það að brenna svartolíu í fiskimjölsverksmiðjum. Já, við erum líka með álverinni með Hafnarfirði sem að máli... Það er pólitískt val síns tíma. Við tókum ekki þátt í því vali. En talandi eins og við getum tekið dæmi Garpsdal. Já. Þar sem að samfélagið agnarsmátt og það búið að lofa fyrirtækið sem ætlar að koma og reisa þetta orkuver búið að lofa samfélagssjóði upp á 450 milljónir og litla sveitafélag ætlar að byggja sér sundlaug. Þannig í raun og veru komið vermið á Garpsdalsfjall, það kostar 450 milljónir. Það kostar eina sundlaug. Og á sama tíma kemur ráðherra sem líka ráðherra orkumála og á að vera umhverfisráðherra líka og fer gegn meðmælum sérfræðinga að Garpsdalur sé í bið og hendur honum í nýtingu. Þetta eru rosalega erfiðar aðstæður sem við stöndum fram fyrir og mér finnst kannski svolítið áhugavert að skoða það að það er verið að stytta alla ferla, hleypa búkollunum hraðar af stað og nota sér einmitt þessi sveitafélag, þú talar sveitafélagin. Er það ekki? Jú, ég meina það er ótal margt í þessu sem ber að skoða og við þurfum að fara okkur hægar en hraðar í þessum efnum vegna þess að við erum ennþá að mynda þessa stefnu. Þetta er ósköp svipað og skógrækt í landinu sem á heima á vissum stöðum en öðrum stöðum ekki. Þá tala ég aftur víðernin. Við höfum ekki glata þeim með skógum og sem eiga ekkert endilega heima á öllu flatlendi á Íslandi. Eins þetta með vindmyllugarðana, þeir verða ef þeir eru að rísa og þá vil helst að þeir séu á hendi ríkisins en ekki hjá einkafyrirtækjum sem geta farið hér fram með alls konar hætti meðal hans þeim að skilja ekki þessi skattspor í landinu eins og álverðin gera. Nú ertu samt Sigmundur að lýsa veruleika sem bara alls ekki og spurningin af hverju þessi veruleiki svona að við erum ekki að fara hægar en frekar en hraðar, við erum að fara hraðar frekar en hægar, nákvæmlega núna og það væri gaman að heyra frá ykkur í sjálfu sér öllum af hverju það og hvað hægt að gera í því. Og Júlíus, þú ert náttúrulega fyrsti umhverfisráðherra. Hver eru prinsipin? Við höfum alltaf verið á gestrýsnir. Það rifjast nú upp fyrir mér umræða sem ég átti við Steingrim Hermannsson þegar vorum að undirbúa stofnun umhverfisráðuneytisins. Þá vorum við sammála það að það væri afar óheppilegt að umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra var einn og sami maðurinn. Og við komumst að þeirri niðurstöðu að best væri að þeir væru aðskildir. Umhverfisráðherrann gæti staðið vörð náttúruna og kannski svona
tekist á við iðnaðarráðherrann og orkumálaráðherrann svona mikil uppbyggingar áform og við vorum eiginlega að lokum konur að þeirri niðurstöðu að best væri að þessi tveir menn væri ekki í sama flokki svo væri alvöru umræða þetta. Því miður það sýnist mér að hér blandist hagsmunir þannig að orkumálaráðherrann kemur einn daginn og í því hlutverki og vill bara rúa hérna upp vindmyllugörðum allt land og svo næsta dag hann orðinn umhverfisráðherra og eiginlega helst að koma í veg fyrir að þetta sé gert. Þetta gengur ekkert upp. Hvað segir þú, Andrés, þetta? Jú, mér langast til að ávarpa við sem að horfum á ársfund Landsvirkjunar áðan, það var komið alltaf inn á þetta með flýtimeðferðir og hvað verið að vinna að. Ég vil minna á því að Sigmundur kemur hér inn á gildi rammaáætlun. Þið eru núna bara í þann mund að innleiða frumvarp til laga með innleiðingar tilskipun Evrópuþingsins að auka notkun orku og endurnýjanlegum orku. Þetta hljóma voðalega svona saklaust. Inn í þessu, þetta er svokölluð RED viðbót, 1 og 2. En inn í þessu lesa þessir erlendu vindorkugrefar að rammaáætlun sé akkurat ónýt. Með þessari inngildingu sem verið að keyra núna og talandi að stíga varlega til jarðar í að gefa afslætti hingað og þangað þegar kemur á þessum orkumálum og ekki síst vindorkunni, þá erum við bara í einhverjum flýti meðfæra fasa gagnvart vindorkunni. Og þetta er bara svona eitt dæmi það. Það er bara almenn fagnaðarlæti hjá til dæmis Hver sem er með stóra áformin. Það er líka hjá Stormorku. Það er líka erlent fyrirtæki. Og þeir fagnar og segja bara leið þetta verður innleitt, þá munum við sýna fram á það og þeir gera bara beinlínis kröfu það að rammaáætlun verði bara henni verði kippt úr sambandi. Ég hef enga trú að rammaáætlun verði trompuð. Að hún verði? Verði trompuð. Inngildingin, þá voru þá að stoppa þetta frumvarp. Sko, nú er það náttúrulega dæmi að það er verið að leggja til á dálítið pólitískum forsendum að færa úr verndi byðinýtingu. Og fram og tilbaka í báðar áttir. Má ég segja það er mjög lítið í verndar átt. Má ég bara aðeins bæta við til að hnykkja á þessu. Með þessi hlaup og flýti með fyrir öllu og við sáum það núna vel hjá Landsvirkjun. Þá er það þannig að vindorkan vegna flýti með fyrir hún er eina tegundin af orkunni sem er ekki bundin að því að fara í gegnum og sækja rannsóknarleyfi. Fyrir vikið getur bara orkufyrirtæki pantað að reisa tilraunamastur með þvílíkum náttúruskaða eins og hefur sýnt sig og Mosfellsheiði og víðar sem við fengið mikla Borgarfirði og fleiri stöðum. Þetta fyrir algjörlega bara rennur í gegn framhjá Orkustofnun sem heldur utan rannsóknarleyfi bæði til vatnsafls og jarðvarma. En talandi enn og aftur að mann tala í öðru orðunum að verða að hægja á þegar kemur á þessu, bara sem með fiskeldi, sem gerir ekki sömu mistökin, þá er þetta hins vegar á fullri ferð í hináttina, alveg á fullu gassi. Já, ég tek eftir því á síðastu árum. Já, síðastu árum, núna er verið að innleiða. Ég bara ítrekka mína skoðun og hún breytist ekkert. Já, fer ekki orðið þegar orða á okkur í útlöndum að hér sé hægt að fara á svig, mjög auðveldlega á svig við alla reglur. Ég held að sko laxeldisævintýrið hafi sýnt það að það sem ekki gekk í Noregi, það gengur á Íslandi. Og þess vegna hafa þessi norsku stórfustar lagt áherslu á að fjárfesta á Íslandi því að þeir telja að það sé miklu auðveldar að komast fram hjá alls konar flóknum reglugerðum sem hindraði þá í að framkvæma þessa hluti í Noregi. Og því miður þá held ég bara að þetta fari orðið af okkur núna alla Evrópu. Já, það má vel vera og er bara miður. En við höfum náttúrulega hagað okkur, við höfum valið meginhluta orkunar inn í stóriðju áratugaskeið frá því á 7. áratugnum og þetta eru kaupendur sem náttúrulega greiða fyrir þá vöru á afsláttarkjörum. Í það fer okkar orka 80% hluta. Þetta er mjög pólitískt umdeilt. Þetta var gert á sínum tíma og við erum náttúrulega með samninga við þessar stóriðjur til langs tíma, eðlilega kannski, en ég meina allt saman er þetta pólitík
Já, já. Og hérna enn pólitíkin hvað varðar sko ásýnd landsins til dæmis uppkaup útlendinga á jörðum hér í landi og jafnvel heilu fjörðunum. Það er annar ángi af þessu. Og við þurfum að stemma stigu við þessu að mínu viti. Það er ekki endilega allir sem eru í þeirri sömu pólitík. Ég getur verið sammála það sem þú fyrirgeðu að gripa fram fyrir er að það er nú bara fyrir örfáum árum síðan. Það voru mér sammála að vera komið nóg að stóriðistefnu. Og þyrfti menn að fara að deila hugmyndunum víðar, fjölbreyttari starfsemi og annað. En núna er bara komið hardcore orkusækin iðnaður efsta blaði í atvinnustefnu stjórnvalda og það er auðvitað mjög spes að horfa upp á það. En hvernig stemmir stjórnarþingmaður, hvað gerir stjórnarþingmaður til þess að koma þessari umræðu af stað? Ef að, nú heyrist mér að þú sért eiginlega bara á sama máli og aðrir sem sita hér við þetta græna borð. Ég er frjálsmaður. Og þú ert frjálsmaður. Og ég get bara að tala eins og mér sýnist. En hvað er hægt að gera hins vegar? Hvernig er hægt að efla umræðuna? Ég tala fyrir því innan míns þingflokks eins og frjálsmaður og hefða bara við mína samvisku að gera að lýsa mínum skoðunum. Já. Ég er búin að lýsa þessum skoðunum í ræð og riti árum saman og áratugi og fyrir ekki að breyta minni skoðun þó ég sé komin á þing og sé stjórnarmegin. Það er eðlilegt og bara mjög eðlilegt og þarft í hverjum einasta þingflokki að það sé ekki bara jámenn, það sé fjalla málin á lýðræðislegum þrótti innan þingflokkana sjálfa en ekki bara milli þingflokka og Guð minn almáttugur er sko einn og sami þingflokkur með 15 þingmenn sem er eina skoðun. Það er ekki allt og þess vegna hef ég talað fyrir því innan mín þingflokks að láta náttúrunni það varða sjókvíaldið og sömulegis hvað varðar vindorkuna. Finnst þér þessi umræða heyrast út í samfélagið sennilega ekki nóg mikið og við höfum verið sofandi í þessum efnum að mörgu leyti. En Sigmundur, segð mér annað, að því að nú hefur þú þessa skoðun sem er dálítið mikið á skjön við þinn orkumálaráðherra. Nei, ég er nú ekki alveg sammála því. Hann hefur sko, hann vil láta náttúruna njóta vafans eins og frekast ekki hægt. En hann náttúrulega sittur líka uppi með það vantar hér orku til margvísara hluta, til dæmis bara orkuöryggi heimilana er ekki tryggt, orkuöryggi lítill og meðalstóra fyrirtæki er ekki tryggt og sko, þá er bara spurningin, hvort viljum við brenna svartolíu eða nota græna orku. Þannig að þú telur þessi orku skortur í landinu? Ef við lokum ekki öllum álverum landinu, já, þá er orku skortur. Það er nú hægt að loka álverinu í Straumsvík, það kom inn í miðja byggð og það síst tíma og lengum komið tíma og það er að loka því. En það voru uppi hugmyndir af þeim sjálfum að loka því. En snúast þessar orðræður orkuskort í landinu ekki meira biðröðina fyrir utan Landsvirkjun eftir gagnaver, eftir orku í gagnaver og annars slíkt eins og aðalatriðið er að orkuverð hefur að hækka, þar á meðal til heimila. Og við þurfum að jafna orkuverð í landinu. Orkureikningur venjulegs heimilis vestur á fjörðum er kannski 60 til 80.000 krónur. Er það ekki flutningskerfi líka sem þarf bara að bæta? Flutningskerfi líka, sömuleiðis. Og við höfum ekki farið rétt að leið í þeim efnum. Þannig að orkuöryggi er ekki til í landinu. Eigum við að tryggja orkuöryggi í landinu fyrir heimili? Orkuöryggi og orkuskortur er ekki að sama? Nei, orkuöryggi og orkudreifing og það þarf meir, ég hef talað við fullt af starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja út á landi sem hafa ekki aðgang að frekari orku til þess að stækka sín fyrirtæki og fjölga störfum. Þannig að það eru margar hlíðar á þessu máli. Andris að slá í glasi. Já, ég meina þetta er ekki svart-hvít umræða. Nei, hún er þannig alls ekki, Þetta með orkuskortin og þegar er vísað til hvers hans er mestur, að vekja athygli á því á umhverfisþingi atvinnulífsins og aðalfundi Samál. Það var ráðherra þar í panel og ásamt Sigurði hjá samtökum iðnaðarins og þeir lýstu því yfir að það væri mikill orkuskortur í gangi og vísuðu til þá meðal annars uppsjávarvinnsla sem voru fyrir austan. Það var stærsta einstaka málið sem að þeir notuðu sem er réttlætingu á orkuskorti. En hún var farað þessi yfir hvaðan svo orkuskortur er komið. Það vil til að því að ég hef bara þar heimildi líka frá Landsvirkjun og það liggur fyrir að þeir vilja ekki semja kaup á forgangsorku. Uppsjávarvinnslunar. Það heitir ekki orkuskortur. Þeir hafa bara viljað kaupa orku á hrakvirði sem er skerðanleg orka, sem er allt annar hlutur. Hún heitir skerðanleg orka af því að hún er skert þegar að yfirfallið er ekki á virkjunum. Þetta er ekki orkuskortur. Og
þeir vilja ekki gera samninga kaup á forgangsorku einfallega vegna þess að þeir geta keypt olíuna á ódýrara verði. Þetta ekki orkuskortur. Nei. En þetta hins vegar talað sem orkuskort af samtökum iðnaðarins, af ráðherra og öllu fylgdarliðinu. Þetta eru blekkingar, alveg hreinar og klára blekkingar, en það ekki fótur fyrir þessu. Þú getur haft þína skoðun á þessu? Þetta ekki skoðun, þetta bara staðreynd. Ég hef bara talað við forðamenn fjölmargra fyrirtækja, Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Jörland, sem eru að horfast í augu við þennan veruleika á hvernig degi. Það benda þær á eitt. Fyrir vestan, Orkubú Vestfjarða var hérna fyrir örfáum árum í sama pakka og Bræðslundar. Kölluðu á að væri svo mikil orkuskortur þeir geti ekki kert fjárvarma veituna sína. En hvað gerist í fyrra? Landsvirkjun kemst bara samningu við þá að lækka verðið til þeirra þeir fá hana bara, það gerist múkið eins og Nei, ég meina það er þetta leysismál. Júlíus, mér langar aðeins að spyrja því sem bara verkfræðing og umhverfisráðherra fyrrverandi og umhverfisverkfræðing þessi paníkumræða orkuskort, hvernig snýr hún að þér? Hvernig hefur þú lesið hana? Ég til dæmis upplifi á þeim verkfræðingum sem ég þekki og fylgjast með framkvæmdum að það sé meira orkusóun, orkuóreiðu og orkugræðgi í samfélaginu, en það má ekki tala það í pólitíkinni. Jú, ég alveg sammála því, mér finnst það vera hluti af vandanum og sko það líka eitt sem má gjarnan koma inn á og það að við erum alltof lélegt dreifikerfi, þannig að það oft orkuskortur bara vegna þess að það ekki hægt að flytja orkuna. Við hefðum auðvitað eða má ekki flytja hana? Já, má ekki flytja hana, sko, við hefðum auðvitað átt að byggja 220 volta byggðalínu í staðin fyrir 132 volta og það var alltaf veikt kerfi en við höfum bara ekki efna á meiru þá og það löngum komin tími til þess að styrkja dreifikerfið. Það er varla hægt að koma afgangsorku frá Kárahnjúkavirkjun inn á kerfið vegna vandræði með flutning á orkunni. Ef álverið niður á Reyðarfirði þarf ekki á allri orkunni frá Kárahnjúkavirkjun að halda, þá er varla hægt að koma inn á kerfið til annar að nota. Það er alls konar svona vandamál í kerfinu og svo kem ég aftur að þessu með vatnsmiðlunina. Það var alltaf mikil andstaða gegn vatnsmiðlun vegna þess að menn vildi ekki sjá einhver uppistöðu lón á hálendinu. En ég hef oft vakið athygli á Blåsjön í Noregi sem manngert uppistöðu lón 80 ferkílómetra upp í fjöllunum þar og þeir höfðu vitað í að gera það þannig og garði að það lítur eins og út að þetta sé bara náttúrulegt stöðuvatn. Þar geyma þeir nærri 8 teravattstundir af raforku og þegar er orkuskortur í Evrópu þá er bara opnað fyrir lokana frá þessu lóni og þá framleiða þeir orku og fá margfalt verð fyrir hana eins og engin sem morgundagurinn. Þetta getum við gert líka allavega bara til að hafa nóg orku fyrir okkur sjálf. Síðan var ég að skoða vindorku áform á Írlandi sem ég þótti mjög athyglisvert. Írar eru í þeirri stöðu, þeir vilja byggja mikið af vindorkuverum, en þeir komast þeirri niðurstöðu að það sé afar óhagkvæmt að byggja stór og mikil vindorkuver á Írlandi vegna þess að þeir sé ekki nógu vel tengdir við orkukerfið í Evrópu. Þeir eru þó með 2 strengi yfir til Englands, það er nú meira en við getum sagt. En samt segja þeir að það sé ekki nóg því að vindorkuverin verði að hafa öflugan flutningsstreng til Evrópu svo þeir geti verið samtengdir Evrópumarkaðnum. Öðruvísi gangi þessi vindorkuver ekki upp því að við verðum átt okkur á því að þú færð ekki nema 40% hámark nýtingatíma á vindmyllunum yfir árið. Það er það albesta. Það er kannski reynsla Landsvirkjunar segir að þeir fá eitthvað aðeins meira heldur en þekkist í Evrópu en í Evrópu er þetta svona 33-4% nýtingatími yfir árið og þá er eins gott að vera vel tengdur við eitthvað annað orkukerfi sem getur þá skaffaðir orku tilbaka þegar þú hefur ekki vindorkun. En vandinn milli Íslands og Noregs sá að landslagið er allt öðruvísi í Noregi heldur en Íslandi. Við erum með þessar víðáttur og við eigum erfiðar með að fela okkar
uppistöðulón. Við getum tekið náttúrulega Kárahnjúkavirkjun sem kannski frægasta lónið á Blöndulón. En til dæmis Kjalölduvirkjun og annað slíkt uppi við í átt að Þórisverum sést mjög víða að. Og til dæmis fyrir þá sem eru bara á ferðinni yfir Sprengisand og eru að njóta lífsins í Kerlingafjöllum og þar í kring. Þetta svo auðsjáanlegt, þannig að það sumpart erfitt að bera saman Noreg og Ísland. Já, við gætu nú vel gert þessi lón þannig úr garði að þau lit út eins og eðlilega bara náttúrulega stöðuvatn. Og svo kom ágætis hugmynd frá einu vini mínum sem hefur skoðað þessi mál vel og það gamla deilan um stöðuvatni fyrir Fljótsdalsvirkjun á Eyjabökkum. Já. Við munum öll að það var skotið í kaf á þeim forsendum að menn vildi ekki eyðileggja varplendi heiðagæsarinnar. En samt það fullt af mannvirkjum. Já, en hann segir að það sé engin vandi að gera samning með heiðagæsina að hafa þarna vetrarforða. Það megi fylla í lónið í ágúst þegar heiðagæsin farin. Þá megi setja vatn í lónið og nota það fram í marsbyrjun, þá kemur heiðagæsin og þá bara tæmum við lónið. En þessa vetramánuði þegar þörf fyrir þetta vatn, þá væri hægt að nota það. Þetta ein hugmynd, kannski gengur ekki upp, en menn þurfa að hafa hugmyndaflug til þess að geta leyst þetta. En ég held að ef þú stendur frammi fyrir því að hvort viltu fá uppistöðulón sem yrði þá reynt að gera úr garði þannig að lit út eins og það væri náttúrulegt stöðuvatn eða vindmyllugarð. Ég myndi heldur vilja lónið, ég verður að segja eins og En ég held að núna stöndum við eiginlega ekki frammi fyrir því að velja annarkvort vindorku eða vatnsorku. Heldur virðist stefnan vera svo á orkueyjunni Íslandi eins og framkom á ársfundi Landsvirkjunar áðan að við ætlum bara að hámarka okkar arð og bara virkja allt sem hægt bæði af vatni og vindi fyrir nú utan það að vatnsorkan líka notuð fyrir vindorkun, ekki satt, Andrés. Þannig að þetta bara hvenar nóg og ef við erum að byggja upp stóriðju og gagnaver og ef við erum alltaf að hámarka arðinn, hvernig getum við gert það og passað upp á landið í leiðinni? Er það hægt og hvers verkefni það? Orkumálaráðherra eða umhverfis? Ég vil fyrst bara fá að taka undir með Júlíus þetta varandi orkukerfið eða flutningskerfið að landvernd hefur sjálfsög ekki mótið því. Það eru sveitarfélög og landeigendur fyrst og síðan sem eru þrandur í götu þar. Ég vil bara ítaka Andri að flutningskerfið hefur hindrað raforkustreymi landið og ég áttum kannski fyrst og fremst við það áðan og það það sem forráðamenn fyrirtæki eru að gagnrýna vegna þeir bara fá ekki orkuna. Já, en felli liggur í því að menn bara segja að við þurfum meiri virkjanir ef að tekst ekki orkuskort. Og það kallað orkuskort. Þannig að ég vil bara vera skýr með þetta. Já, það er rosalega mikilvægt að menn séu bara skýri með þetta. Þeir upplifa þetta sem orkuskort. Svo það sé sagt. Og þetta svo með lónin sem Júlíus kemur inn á að menn vilja sjá frekar svona stór vatnslón og afmörkuð. Það dugði nú bara ekki hálslón til þegar Kárahnjúkavirkjun var gerð. Menn gleyma nefnilega það sem hinum með við Snæfellið. Það eru hraunaveiturnar, stíflu eftir stíflu, það eru 4. Þannig að undirlendi hálendis Austurlands meira og minna þegar yfirtekið og ekki mikið eftir. Og þá vil ég bara bæta því við að, eins og Björg Eva kom inn á, ég veit ekki hvað margir eru meðvitaðir það að þessir erlendu fjárfestar í vindorkunni eru þegar búin að kaupa sig inn í vatnsorkuna og eru byrjaðar á fullu. Og þá kemur að því til dæmis nefnum dæmi fyrir austan Hamarsvirkjun. Ein af þeim sem var sett í vernd af 5 virkjanahugmyndir. Og það var það sem að Logi sem sagt kom í gegn fyrir ráðherra. Þessi vatnsaflsvirkjun, núna þarf hún ekki eins og hún bara fyrir 2 árum, þá átti hún að standa undir raforkuframleiðslu í yfirskinni fyrir bræðslurnar. Nei. Nú á hún að fóðra vindorkuver upp á Fljótsdalsheiði, sem á svo aftur að flytja orkuna niður á Reyðarfjörð í Efnaverksmiðju.
Hún tekin úr vernd. Þetta virkjana hugmynd sem að skoraði langhæst talandi rammaáætlun. Hún tekin úr vernd bara svona að því að sveitarfélögin bara skrifuðu bréf, reyndar ekki einarlega, en það var klofningur til dæmis í Múlaþingi sem að hefur í bæjarfélaginu, þar sem er með skipulagsvaldið. En þetta er svona bara svo með sem meðveitar það. Þeir sem er að kalla eftir meiri vatnsorku, þeir eru að átta sig á því að það er nú þegar byrjað að máta vatnsorkuna á fullu inn í vindorkuna. Já, enda dugar vindorkan ekki, hún er ekki sjálfbær í sjálfu sér, sko. Hún þarf að hjálpa að halda. Það er út af fyrir sig mjög merkilegt. Talandi bara orkuauðlindirnar okkar hins vegar, sko. Talandi þessi erlendu fyrirtæki sem að bíða núna og hanga á snerlinu hjá ráðherra eins og hún lýsti sjálfur. Ef við ætlum að henda orkun okkar í þetta, þá erum við, og næsta skrifið í atvinnustefnunni eru svo gagnaver. Eða rafelsniti, sem er ekki búið að þróa einu sinni þangað sem á að þróa. Og svo er búið til orkuspá sem að sýnir bara alveg gífurlega orku þörf, bara út í bláin, sko. En þetta er, þá er öll virðiskeðjan fyrir ekki að bara fara úr landi. Þannig að það biðruð stórfyrirtækja erlendra sem að stýrir því hvaða náttúruperlum við fórnum. Bara fullkomlega og þegar til dæmis gagnaverun nefndir söguna, við höfum bara átt mjög góða fundi til dæmis gagnaverin eins og með Orkustofnun og annað. Við höfum spurt bara svona hvað er þetta að skaffa mörg störf, það fyrir þetta stærðinni, en að meðaltali er þetta kannski svona 5, kannski 10 störf. Þá hef ég eina mjög áhugaverða spurningu, svolítið heimspekilega, af því að mig langar svo að vita bæði hér í eina tíð á Alþingi og núna, er einhvern tímann verið að tala bara stóru málin, hver er skerfur þessarar kynslóðar hér og nú af náttúru Íslands og er þetta rætt á þessum forsendum eða er það bara við verðum að fá gagnaver, við verðum að framlega orku, við verðum að gera hvað sem er fyrir næstu kosningar til þess að sýna fram á við sem að keyra vélarnar í gang. Það er þannig tilfinning sem við fáum. Hvernig var þetta? Ef ég má grípa inn í hér, þá vil ég fyrst að segja, Ísland er ekki orkueyja. Orkuframleiðslu geta á Íslandi er svo lítil í þessu hnattræna samhengi að við erum langt fyrir að það komu. Það er verið að tala kannski hérna að við gætum framleitt allt upp í 40 terafastundir á ári, við erum núna með cirka 20. Svo eru til fleiri 1000 óvirkjaða terafastundir í vatnsorku, bæði í Afríku, Suður-Ameríku og í Asíulöndum. Það er hægt að byggja þvílíkar virkjanir, vatnsaflsvirkjanir allstaðar bæði í Afríku og Asíu og Suður-Ameríku, að allt sem við gerum er bara eins og dropi í hafið í því samhengi. Þannig að halda við björgum heiminum með einhverju orkuframleiðslu á Íslandi er alveg út í höfn. En það eru voðalega margir sem halda það og hér var löngum alltaf talað að álver yrðu því aðeins byggð á Íslandi að þar fengjuðu hreina orku en fer ekki annar staðar. Svo les maður að þó að meginu kannski ekki nefna snöru í Hengsmanns húsi að segja tala Rússa, en Rússal sem er næststærsti álframleiðandi heimi, allar álverksmiðjur Rússals eru nota vatnsaflsrafmagn. Hver einasta. Þannig að tala að það sé bara hægt að byggja álver á Íslandi sem fái hreina orku er bara út í höfn. Og það er alls konar svona draumórar að við séum eitthvað orku stórveldi, við erum það bara ekki. Við erum bara dvergar í þessu hnattræna samhengi. Og við erum bara að koma okkur niður á jörðina og hugsa okkur sjálf, hvernig viljum við nýta þessa raforku möguleika fyrir okkur sjálf, en ekki að vera að halda að hingað komi einhver stóriðja til þess að kaupa rafmagnið. Þeir koma einungis til Íslands til að fá rafmagnið nánast gefins. Júlíus, við hefum, við hefum verið allt og gestristir sem þjóð á undanförnum áratugum og
við fögnuðum hverju álveri eins og það væri viðurkenningin fyrir því að Ísland væri byggilegt og sama hefur gerst í sjókvíeldinu. Það bara okkur finnst svo merkilegt að fá hingað erlend fyrirtæki og sko það sem ég líka nefni þessu að krafanum vöxt, viðvarandi háan hagvöxt hefur alltaf verið til staðar á Íslandi. Menn halda það sé lausn á samfélaginu í Íslandi að við vöxum og sko okkur hefur fjölgað 40% frá aldamótum. 40%. Þar af eru innfættir sem eru fjölgað 15%, útlendingur 6-faldast. Við höfum byggt upp ferðarþjónustuna af slíkum hraða að við erum enga veginn sjálfbær. Við þurfum að flytja þetta inn vinnuafl í stórum stíl og ekki bara þar heldur líka bara í mannvirkjagerð og allir slíku til þess að halda og viðhalda þessum vexti. Og þetta hafa verið svona áhrínsorðin á Íslandi. Við verðum að vaxa. En hver er svo hagvöxtur á mann þegar uppi staði? Smávægilega eru nokkur. Já, þetta stundum talað af núverandi stjórnvöldum að það hafi hagvöxturinn hafi verið svo lítill á mann. En hvað er að breytast? breytast? Þegar þú segir vöxtur enga síður þessi fjölgun, hver eru afleiðingarnir? Já, þessna finnst mér þetta svo áhugavert sem að segja því að ríkisstjórnin ekki síst ráðherra að tala mjög mikið verðmætasköpun. Orkusækin inn á verðmætasköpun. Ætlum við þá ekki hugsa hvað við ætlum að nota raunverulega orkuna í? Og þá var ég að lýsa því áðan þessi stórfelldu áform með vindorkuna sem eiga svo að keyra inn á gagnaverin og eins og ég segi, það er öll virðiskeðjan úr landi versus það við varum að nýta þessa orku í stórkostlega uppbyggingu á matvælaðinaði sem við eigum alveg ómælt tækifæri og ég er alveg forundran á því til dæmis að við höfum verið, hvað var Kerecis að skila ríkissjóði? Ég meina, þeir þurfa ekkert marga ljósaperu til þess að fá hugmyndir, sko. Nei. Og það er bara svona gott dæmi, en þarna erum við einhvern veginn ekki. Það þarf bara að heita orkusækin iðnaður og við erum að tala inn í komandi kynslóður sem að þurfa að fá afnot af orku. Þannig að með við talið eins og maður heyrði bara Landsvirkjun á fundinum í dag, það er bara að setja allt á full force. Og við erum enga stund að sólunda þessum. Þetta er raforkunar, orkueyjan Ísland, það kom fram í dag, að einhverju leyti verið að slaka á þessum vaxtarplönum núna. Ég hef ekki heyrt það. Ég tala fyrir því, ég tala líka fyrir því að við þurfum aðeins að hugsa okkar gangvegna þess að miðjan þessu öld verðum við 600.000 og við þurfum að framlega vörur. Viljum við kannski flytja þær ennþá frá Ísrael og Suður-Afríku. Við þurfum að framleiða vörur fyrir þennan fjölda fólks og þá tala ég framsækin landbúnað og garðyrkju. Þangað eigum að beina orkunni, að mínu viss. Í sjálfbærni og en þetta er tvent. Þetta er eigum að segja raforku öryggi, megum við nota það orð, við fyrir venjulega heimili og lítjólu meðalstór fyrirtæki. Er það ekki eitthvað sem er best tryggt með góðri lagasetningu á Alþingi? Frekar en nýjum virkjunum? Og flutningi orkunar. Og sem fólk upplifir sem orkuskort, en er ekki orkuskort, heldur bara aðgangur að orku og aðgangur að tryggri orku. Og eigum ekki beina þá orkunni á það staði þar sem við getum sótt fram á sjálfbærni. Og hvar talandi verðmæti, ég held við séum öll saman á það að við viljum búa til verðmæt störf á Íslandi að því leyti að tekjur fólk séu þokkalega góðar, en við höfum aftur á móti miklu frekar verið að fjölga láglaunastörfum í einhverju sókn eftir vexti. Já, við höfum lagt höfuð áherslu að það núna undanfarin ára að fjölga láglaunastörfunum. Ferðaþjónustan er ekkert alveg láglaunaiðnaður. En ég myndi vilja sjá að við reyndum heldur að styrkja skólakerfið hér og bæta þessu ári aftur við menntaskólan sem var tekið í burtu. Og ég skal taka orðið að vegna sem ég var í kjördæmavikunni í síðustu viku var ég heimsótti í Fjölbrautaskólann í Breiðholti og þar sögðu krakkarnir, frábær skóli, 1900 manna skóli, blómstraða metnaði og áhuga kennar og nemenda, þar sögðu krakkarnir bæti þessu 4. ári við strax vegna þess að þið þurfa að veita okkur svigrum til að læra. Já. Við tókum þetta svigrum á krökkunum. Hvistlega svo rugl var það? Ég segi það. Ekki halda okkur við vindorkunum. Já, þetta er mjög ágætt. En mér langar aðeins að einu varðandi þetta ráðuneyti af því að mér finnst það verið í rugli, það er mín prívatskoðun, að og mér fannst virkilega framsýni af ykkur Steingrími á sínum tíma að setjast niður þegar að vera að hanna þetta ráðuneyti og hafa það í huga
að það væru 2 aðskildir menn manneskjur sem færu með orku og iðnað og svo áttur umhverfismál og það eru mjög mikilvægt að þetta væri ekki eins og hendi sama flokks. Í dag þetta bara allt í hægri og vinstri vasanum og sama manninum og það veldur í til dæmis að hann hleypur af stað án þekkingar og kippir garpstall á milli flokka. Við horfum á alla ferla, stytta, leyfis, veitingaferlar eru þeir með að talað eins og það sé bara sjálfgefið að leyfið verði veitt og alls konar bara vitleysa í gangi af því að þetta ekki aðskilin ráðuneyti. Á sama tíma þetta stærsti málaflokkur í heimi, umhverfismál og ég veit að í Bútan þar það bara það land komið lengst í umhverfismálum. Þar hefur umhverfisráðuneytið bara mjög stórt og sjálfstætt en það hefur inngrip og áhrif inn í öll ráðuneyti, menntamála, iðnaðar, fjármála, bara heilbrigðis að því allir málaflokkar eru umhverfismál. Mig langar að spyrja þig, Sigmundur, finnst þér þetta frábært system? Nei, ég vil nú nefna Bútan fyrst vegna þess að ég var í Nepal í haust og labbaði í Himalajafjöllunum og hafði mjög gaman af og ætlaði yfir til Bútan en hafði ekki tíma til þess. En Bútanar eru með ítölu. Þeir taka ekki á móti massa fjölda ferðamanna. Þú hefðir ekki einu sinni komist. Ég hefði alltaf komist ef ég hefði haft tök á því. En þetta mannanverk og það að breyta þeim. Og ráðuneyti hafa breyst rosalega mikið í gegnum tíðin og ég því ég var síðasta þingi 2009-2013 það var verið að breyta þeim nánast daglega maður bara vissi aldrei hvert ráðuneyti hét. Það tækifæri. Það eru tækifæri og mér finnst alveg komið til grein og ég tek undir með Júlíusi og Smjalleyra Steingríms blessi minning hans að það kemur vel til greina að breyta þessu aftur vegna þess að eins og því að ég sagt þá náttúrulega eiga umhverfismálin að vera á kannski einum stað með ákveðinni sýn á náttúruvernd og umhverfismál og loftslagsmál. Þar verðum við að vera á par við það sem best gert í heimi hér, að mínu viti. Og svo það orkumálin sem þurfa að vera kannski með svolítið öðrum hætti en hefur á síðustu árum og áratugum hér á landi, þar sem hefur verið rýnt á stórkaupendur. Þrýstingur á þetta í þínum flokki? Af því að nú vorum við með stóran fund. Það stórgrætt tónn í samfélkingunni og við ræðum okkar á milli og tölum hart og fast þennan málflokk. Þrýstingur á að breyta þessu tilbaka, þessu skipulagi og finnst fólki þetta ganga Ég hef sannarlega heyrt þar allir og það áreynda við fleiri ráðuneyti en það er svo önnur saga. En minna Þetta Þannig að þeir finnst þetta ekki alveg nógu gott eins og þetta. Já, mér finnst náttúruverndin aldrei vera nógu mikið rædd í þessu landi og bara reynilega aðgangur landi, maður farin að upplega það sem göngumæður að maður kemst ekki lengur á fjöll. Það búið að kaupa þau. En finnst þér umræðan hafa minnkað umhverfismál pólitísk umræða hafa minnkað. Það kann að vera vegna þess að vinir mínir í Vinstri grænum náðu ekki á þing. Ég ber virðingu fyrir þeim flokki. Og það kannski umhverfismálin hafa kannski svolítið týnst í þessari ákveðu umræðum það að það ekki verið virkan eitt í 7 ár. Skiljið. En við verðum hins vegar að halda þessari umræðu á lofti vegna þess að það er sótt að okkur og eins og Júlíu segir, það er bara beinleis sótt að okkur sem eitthvað ódýrt land sem er með lélegt regluverk. Og þetta sé fljótur gróði að koma til Íslands. Þetta orðspor er okkur ekki sæmandi. Þannig að þú ert alveg sammála því að við þurfum kannski mögulega bara eitt öflugt stórt umhverfisráðuneyti, sjálfstætt. Ég tala algjörlega fyrir því, mér finnst það velkomið til greina að breyta því í þágu náttúrunnar og svo er orkuöflunin á öðrum á annarri hendi. Já, að því eðlumálsins samkvæmt eru átökurnar á milli og eiga vera að það lýra. En að því mér finnst þetta mjög áhugavert vegna þess að líka á sama tíma erum við, af því nú erum við líka starfandi í landvernd, það er ekkert launungamál, við erum náttúruverndarar og ég finn alveg ofboðslega mikið fyrir því að við erum útilokuð frá allri umræðu á vegum hins opinbera, vegum stjórnvalda og það er ekki síst vegna þess
að stjórnvöldur bara þetta ráðuneyti er orðið orkuráðuneyti og stíð í eina sæng með hagsmunaöflunum og fundar og heldur vinnumfundi reglulega með orkufyrirtækjum og við til þess bara að upplega svona lítinn praktískan og ómerkilegan hlut eins og það er framundan eitthvað þing þjóðlendur sem að er stýrt út úr forsætisráðuneytinu og þangað eru boðaðir allir hagsmuna aðilar sem að græða á Íslandi. Stórnotendur þjóðlendu. Stórnotendur þjóðlenda. Þar eru fulltrúar til dæmis bara Bláalónsins halda ræðu. Það er ekki einn boðaður úr náttúruverndinni. Og enginn frá Ferðafélagi Íslands eða... Nei. Jú, það er einn frá varaforseti Ferðafélags Íslands. En ég hef talað fyrir þessu í þingi á meðal míns fólks að það er sláandi að sumir komist ekki að borðinu, sumir komist ekki með umsögn að borðinu, sumir fá ekki að koma á nefndafundi Alþingis. Ég get nefnt ykkur. Við hefum nú verið þar. Það hefur verið tilneyingin þessa átt á meðan að viðskiptaráð situr alla fundi. Já. Og þetta er þróun sem er ekki síst út af því að þetta ráðuneyti kom í rassvasann og orkuráðuneytinu. Nú man ég það ekki, en er ekki til eitthvað sem heitir árósasamningur sem skuldbindur stjórnvöld til að taka fullt tillit til félagasamtaka sem og gefa þeim tækifæri til að taka þátt í umræðinu. Ég held að við varum aðilar að þessum samningi. Við erum enda með veikustu stöðu allra náttúruverndarsamtaka á Norðurlöndunum, talandi það, að því að það hefur nú verið kvartað undan okkur inn á þingi út af ýmsum málum. Þá erum við veikustu stöðu allra náttúruverndarsamtaka á Norðurlöndunum að því að við til dæmis þurfum að eiga lögvarðan hagsmuni undir til þess að geta gengið. Og þetta er alveg nákvæmlega eins í dýraverndinni. Að dýraverndin er alveg á sama báti, á sama litla báti hvað varðar að geta komið fram með sín rök. Ég er mikill dýraverndarmaður og mér finnst við fara mjög víða illa með dýr, ömurlega með dýr, hvort sem eru hestar, refir, minkar eða svín. En það er önnur umræða, það er ekki þá ætlum við kannski að tala um haförnin og vindorku. Eða alla plastmengun af vindorku spjóðanum. En haförnin til dæmis fylgdi okkur þegar við gengum Garpsdalinn í haust, þá fylgdi okkur ungarnir alla gönguna. Og ef að þetta hefði verið í Bretlandi, þá eru Bretar að því þeir eru bara öðruvísi þenkjandi, þeir eru búin að missa mikið af náttúru, þannig að þeir eru bara að vernda allt sem þeir geta gripið til. Þeir eru voru að endurheimta oturinn inn í vistkerfi sitt og alls konar. Og ég hugsaði með mér þegar við gengum Garðsdalsfjalli í dásamlegu veðri og hafernirnir, ungarnirnir fylgdu okkur. Í Bretlandi væru menn ekki einu sinni að ræða vindorkuver og ráðherrann væri ekki að kippa því í nýtingaflokk með lokuð augun á þess að hafa vit á því. Heldur í Bretlandi væru menn bara að setja upp litla arnarskoðunarskúra og selja gistingu, bara bed and breakfast. Þetta er stærsti einstaki náttúruferðahópur í heimi, það eru fuglaskoðarar. Það eru fuglaskoðarar. Nei, þetta er galið. Þessna að því þú ert eina tengingin okkar þarna inn, þessi ráðherra svarar ekki erindum frá okkur, þá segir bara rammaáætlun, árásasáttmáli, er þetta bara viðmunarplagg eða ætla menn að fara eftir þessu? Já, ég skal bara, það er mér í lofalagi að koma að skila búinum álega. Já, ég held af því nú erum við búin að sitja hér í klukkutíma og tala ýmislegt sem betur mætti fara og kvarta yfir hinn og þessu og þá finnst mér að við ættum að þið ættu að taka einn hring og bara byrja á Kristínu Helgu og svo Júlíus og enda þingmanninum, bara hvernig ætlum við að bæta úr því sem við erum búin að vera að kvarta undan síðasta klukkutíman? Óskalisti. Já, ég vil eitt ráðuneyti sem hefur áhrif á öll hin ráðuneytin út af því að lokalismi er globalismi. Við þurfum að fara að vinna alltaf heimann eins og að tala með bara að framleiða hlutin okkar sjálf og svona, það þarf byltingu. Þetta er ekki orku eiga. Já, ég tel að við höfum að gera betur í skólakerfinu, við höfum að efla skólakerfið og reyna að skapa hér kynslóð ungra manna og kvenna sem finn upp eitthvað eins og keresis, koma með 100 keresisdæmi í staðin fyrir að vera að reyna að selja hér einhverjum föstum út í Evrópu
aðgang að landinu okkar til að hrúa hér niður vindmyllum og laxeldisstöðum. Já. Sterkari innviði. Já. Ég Andrés? segi eins og Kristín, það þetta með umhverfisráðuneyti. Það þótti ástæða til þess 1990 hafa sjálfstætt umhverfisráðuneyti. Hvað þá þegar að áskoranir hafa mörg hundruð faldast á þessum tíma. Þess vegna þetta ótrúlega að standa fram fyrir þess að við sem ekki með sjálfstætt umhverfisráðuneyti. Þar að auki var lögð mjög rík áhersla á það einu sinni eitthvað sem var kalluð armslengd, sem að skipta eiginlega miklu máli innan stjórnsýslu og það sem ákvarðanir eru teknar. Núna er bara að tala one stop shop. Taka allar ákvarðanir á sama borði, á einni hendi og hlaupum bara nú og hratt. Þetta er ekki gott. Þetta er brot á lýðræðinu líka þegar mann er orðinn umsagnaraðilar yfir sjálfur sér og allt þetta. Ég hef miklar áhyggjur af því ég verið sjálfur inn í stjórnsýslunni. Þá hef ég rosalega áhyggjur af því og varandi rammaáætlun svo ljúkið á því þá talar á þar að þetta sé þegar allt kemur til alls þá skipta þessi flokkar vernd, byggð og nýting ekki öllu máli heldur bara hvað Alþingi ákveður. Alveg óhauði hvað er. Og ég meina hann saði þetta bara síðast í gær. Tvennt frá mér sko, ég tek undir með ykkur herramenn og kannski ykkur öllum að menntun barnanna okkar skiptir öllu máli til að sækja fram á skapandi sviðum í vísindum og listum og öðru því sem getur búið til áhugaverð og innihaldsrík störf til að takast á við í framtíðinni. Hins vegar erum við með geimstein sem heitir Ísland og þetta er eitt síðasta griðlandið í Evrópu. Síðustu víðernurnar í Evrópu og ég hef farið með útlendinga eins og kannski þið landið og þeir eru gapandi þegar horfa yfir landið sjá inn í þessa víðáttu og ég ætla að nefna bara eina litla sögu sem Halldór vinur minn í fjallaskólanum sagði mér. Hann sagði við mig Simmi, veistu hvað ég er að fara? Nei, ég er að fara í Jökulfirði loksins að komast og það er ekkert símasamband. Þetta er líka griðland. Já, þetta er líka griðland. Og þetta sko, og ég nefndi það mitt á þinggöngum í dag sko, hvort við ættum ekki mitt að varðveita símasambandslaus svæði á Íslandi, bara sem griðland. Síðustu griðlandin í þeim efnum í Evrópu. Ekki setja upp sendi. Ekki setja upp sendi. Það er annað En má ég segja eitt í viðbót. Af því það bara ég fekk, af því þið eru að tala sko menntun og að vera skapandi að sko leið þá er svo mikið sorg í hjartanu mínu að því við erum öll búin að upplifa tímana tvenna og fylgjast með, við vorum alveg á fréttavaktinni þegar þetta ráðuneyti var til á sín tíma og ég mér finnst svona harmur í hjarta að sjá allt þetta barnunga fólk sem eru aldrei við börni mín sem er tekið við stjórnartaumunum en er að tala þetta orkurant og raus fyrir 70 ára gamlum hugmyndum og þessna er ég bara að segja verum skapandi en ekki apandi bara nýjar hugmyndir Ég tók fyrsta viðtalið með hann í beinni útsendingu sem umhverfisráðherra. Þetta er rosalega góður endir á þetta og mér langar alveg sérstaklega til að þakka Júlíusi fyrir þetta menntum okkur frá orkuskorti. Það er algjörlega nauðsynlegt og svo fyrir þig sem er þingmaður og bara takk fyrir að koma hingað því að sko talsamband almennings við þingmenn held ég að sé að versna. Vegna þess að það er svo mikil hávaði í stórfyrirtækjunum og hún sagði það nú flokksystir þín Oddný Harðardóttir hér við þetta borð að þrýstingurinn frá stórkapitalinu og orkugeiranum og risafyrirtækjum, hann væri svo mikill. Ég get vottað það sko, ég var þingið 2009-13 og svo aftur núna, þetta er aukist helming og ákafinn er orðið miklu illskeyttari. Ákafinn er mikill, þetta virkar inn í alla ákvarðanatöku, hún lýsti mjög flott hvernig þetta er í sko við allt frá fyrsta orði, undirbúningur að lagafrumvarpi, þá er þessi þrýstingur, hann hefur áhrif og þá hlýtur það að vera ekkar stjórnmálana að muna eftir almenningi í landinu líka. Muna eftir frjálsum félagasamtökum, muna eftir ekki bara sveitastjórnum, heldur sveitungum og minni hlutum og öllu reyna að ná sambandi við almenningi í landinu og ekki gleyma því. Og svo ætla ég að minna á í öllum þáttum hérna, það verður græn ganga, náttúruverndarganga á sumardaginn 1.
og þar verður vonandi eitthvað af þessum almenningi sem ætlar að ganga til þess að minna á að við eigum náttúru á Íslandi. Og þar sko ganga allir hver með sínu nefi og allir fyrir sína náttúru. Við sjáumst vonandi bara þar og af því að það voru nú, ég man ekki hvað ég taldi marga þingmenn á þessum orku eyju fundi í dag því ég var þar, en þeir voru mjög margir. Þeir eru ekki svona margir á fundum sem við höldum, mættu bara koma á þá. Ég tek þeirri áskorun. Já. Takk fyrir þetta og takk fyrir þáttinn. Takk. Og Fyrir.